Verkefni 3. Ég ætla bara aðeins að útskýra fyrir ykkur hvernig þetta virkar. Þetta teknið þetta alveg sjálf. Þetta virkar sem sagt þannig að það er ýtt á start hérna og þá fer kassin á stað þangað til hann kemur hérna að þessum skynjara hérna. Þá snýr hann bara strax við aftur, fer aftur hingað og stoppar við þennan skynjara. Þetta er mjög einföld virkni. Það sem þarf til að þetta gerist er að það þarf að breyta snúningsáttinni hérna í mótornum. Og til þess að skipta snúningsátt í mótor, 3 fasa mótor, þá er það bara einfallega gert með því að víxla 2 fösum, einhverju 2 fösum. Og hér er kraftur að sinna því, og við sáum að hér er fasi 1 alveg réttur og fasi 2 og fasi 3. Hins vegar, og það er náttúrulega miðast við að kveikni á þessum hérna segulega. Hins vegar ef það er kveikt á þessum liða hér, þá mun rafmagnið fara L1 víxlast. Þessi fer á sama stað hérna miðuna, en þessi hérna víxlast við þessi L3 og L3 L1 L3 og L1 L1 L3. Þannig að ef það er kveikt á þessum þá snýst hann í rétt átt og ef það er kveikt á þessum þá snýst hann í öfuga átt. Hvernig er stýringi fyrir þetta? Þið erum með uppskrift á henni líka svo til og við sáum að það var bara 1 nappaboks og þannig að ef það er ýtt á startið hérna S1, S2 að þá kveiknar á þessum hérna, þessi lokast og það þýðir að Q1 er í gangi, þessi hér. Nú ef að kassin fer náttúrulega á stað á færibandinu eins og vorum búin að tala hérna í þessu átt, þangað til hann kemur að þessum skynjara hérna sem heitir S4. S4 er hér og þegar kassin kemur hangað þá opnast þessi og slöknar það sem hérna. Þar með lokast þessi snerta hérna aftur sem var opin. Þessi hérna heitir líka S4 þannig að þessi mun lokast og þar með fyrir þessi hérna segulið í gang. Þessi opnast, það er bara öryggisatriði og af því að Q2 er í gangi þá snýst mótorinn í öfuga átt og kassin leggur á stað tilbaka. Þangað til hann kemur hérna að þessum skynjara hérna sem heitir S3. Það er eitt sem að gerist þarna áður að þegar að kassin leggur á stað komum hérna akkurat hérna undan skynjaranum að þá
opnast þessi hérna aftur. Þá myndi slökna á þessum hérna og kassin myndi bara stoppa þarna á færibandinu. Færi ekkert lengra. Þess vegna er sjálfhenda hér yfir skinnaran, það verður að vera, og kassin heldur áfram þangan til hann kemur hérna S3. Það er hann sem opnar og slekkur á þessum og þar með allt stopp. Við sjáum að stoppknappurinn, hann ætti að virka alltaf. Til að stoppa. Reyma hvað? Ef það er kassi hérna undir S4 hérna, þá þarf hreinlega að halda þessum stoppknappi hérna inni til þess að færibandið færist ekki. Þannig að það veri eðlilegra að hafa þetta hérna svona neyðarstopp knapp. Já, hann á að virka almennilega. Nú, ef annarkor segjulegin í gangi, að þá loga þessi ljós. Og nú kemur ljós hverju horfða á vídeóið og hverju gerðu það ekki. Ég held að þetta ætti að nægja sem útskýring á þessu verkefni.